Góðan daginn. Velkomin til bæjarstjórnarfundar í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar og á fundi númer 536. Í dag er 20. júní 2024 og klukkan er 17:12. Áður en ég nefni eða tel upp hver eru mætt hér á þennan fund, þá vil ég taka fram að þessum fundi er ekki streymt í beinni útsendingu en hann er hins vegar tekinn upp og verður settur á netið í kvöld. Þetta er vegna tæknilegra örðugleika. En mætt eru til fundar Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Þorbjörn Jóhannesson. Starfsmaður fundarins er Bryndís Ósk Jónsdóttir. Áður en við göngum til dagskrá þá ætla ég forseti að leggja fram tillögu þess efnis að samþykkt verði að taka inn 2 mál inn á dagskrá bæjarstjórnar með afbrigðum með heimild í 16. grein bæjarmálasamþykktar Ísafjarðarbæjar sem eru þá mál nr. 5 og 9. Og þessi mál varða annars vegar tillögu starfshóps leikskólamál og umsókn aflamark á Suðureyri. Ég ætla að bera þessa tillögu upp til atkvæða, vinsamlega skrifum við ekki ef þið eru samþykkt þessu. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá bara hefjum við dagskrá. Fyrsta mál á dagskrá, það er varðandi nefndarmenn, forseta og varaforseta í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar á þessu kjörtímabili. Forseti er með þá tillögu að Sigríður Júlía Brynleifsdóttir verði kjörin forseti og Magnús Einar Magnússon verði fyrsti varaforseti og Kristján Þór Kristjánsson annar varaforseti. Þetta er gert samkvæmt 7. grein samþykkta stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköpum bæjarstjórnar. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skrifum merki og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komið að öðru máli. Það er varðandi fulltrúa í bæjarráð. Tillaga forseta kosningu 3 aðalfulltrúa og 3 varafulltrúa í bæjarráð til 1 árs, auk áheyrnarfulltrúa og varaáheyrnarfulltrúa, samanber 27. grein samþykkta stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköpum bæjarstjórnar. Jafnframt er tillaga forseta kosningu formanns og varaformanns bæjarráðs. Og tillagan er svohljóðandi: að Gylfi Ólafsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir og Jóhann Birkir Helgason verði kosin aðalfulltrúar og Magnús Einar Magnússon, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Steinunn Guðný Einarsdóttir verði kosin varafulltrúar, auk þess sem Kristján Þór Kristjánsson verði kosin áheyrnarfulltrúi og Elísabet Samúelsdóttir verði kosin varaáheyrnarfulltrúi. Formaður yrði Gylfi Ólafsson og varaformaður Nanný Arna Guðmundsdóttir. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur beðið orðið. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skrifum merki og þetta er samþykkt samhljóða. Þá er 3. mál á dagskrá, það varðar sumarfrí bæjarstjórnar. Tillaga forseta að sumarleyfi bæjarstjórnar verði 2 mánuðir í júlí og ágúst 2024 og að bæjarstjórn komi saman til fyrsta fundar að loknu sumarleyfi þann 5. september næstkomandi. Meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur fer bæjarráð með fullnaðar ákvörðun mála samkvæmt 8. grein samþykkta stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköpum bæjarstjórnar. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur kveðið sér hljóðs og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skrifum merki og þetta er samþykkt samhljóða. 4. mál á dagskrá, það er fundir veturinn 2024-2025, það er að segja fundir bæjarstjórnar. Þetta er tillaga forseta að dagsetningum bæjarstjórnarfunda frá september 2024 til og með júní 2025.
samkvæmt minnisblaði Bryndísar Óskar Jónsdóttur, sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs sem dagsett 18. júní 2024 hér meðfylgjandi. Orðið laust þessa tillögu. Kristján hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég sést þetta áhugamaður þessa fundi. Ég geti alltaf komið og verið með einhverjar athugasemdir þetta. Forseta var þyngjandi þannig hvað maður að gera. Ég að velta fyrir mér apríl og maí á næsta ári. Ég hef svona pínlega áhyggjur að fáum fundum og langt á milli funda. Það lagt til þessi fundur eins og ber í bæjarmálasamþykktum 1. og 3. lagt til þessi 3. apríl. Og svo næst 29. apríl, það sem eru 3 vikur þar á milli, það eru páskar, sem það er 1. og meira á milli, og svo 1 fundur í maí. Einhvers staðar eru við líka að samþykkja ársreikning og eitthvað meira. Það var aldrei hugað að því að vera kannski 3. og þriðjudaginn 22. og halda bara 2 fundum 1. og 3. í maí, 1. og 3. í maí. Funda þriðjudaginn 22. Það var enginn farin á Andrés, sem ég held að fólk sé að hugsa í þeirri viku. Og funda svo bara 1. og 15. eða þá hafa þá 8. og 22. því að það eru líka 5 fundar í maí, sko. Þá getum við náð 2 fundum bæði í maí og í apríl. Þetta bara svona hugmyndi ég hef pínu áhyggjur af fáum fundum og langt á milli afgreiðsla. Þakka þér fyrir þetta. Kristján, þar sem að þetta til að forseta þá ætla ég að leyfa mér að vera bara með orðið og ég legg til að við breytum þessu í samræmi við tillögur bæjarfulltrúa Kristjáns. Það að við náum inn þá það verði þá fundir 1. og 3. fimmtudag í maí. Hefur þetta? Hann sagði þriðjudag. Þriðjudag. Já. Það þá færa 7. í 22. 32. staðar 29. í apríl. Afsakið. Rekna dags. Þetta sagði ekki maí. Já, 8. 8. Jú, afsakið. Jú, fyrirgeðu ég misskilningin. Við erum að tala akkurat 2. og 4. fimmtudag í maí. 1. maí hittir á fimmtudag. Það akkurat. Það þá tillaga og það þá breytingatillaga við framlagt minnisblað. Og ekki breyta apríl. Nei, halda apríl óbreyttum. Eða öðru leyti verður allt óbreytt. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Það ber ég tillöguna upp með þessari breytingu. Bið ykkur að gefa mig merki ef þið eru samþykk. Og þetta samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að öðru málinu sem var tekið inn með afbrigðum. Það 5. mál á dagskrá. Varðandi starfshópurinn skipulag og starfsumhverfi á leikskólum Ísafjarðarbæjar. Hér lögð fram tillaga frá 6. fundi skóla íþrótta- og tómstundanefndar sem haldinn var 5. júní síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki að tillögur starfshóps málefni leikskóla verði samþykktar á öllu leyti nema útfærslu á skráningadögum. Lagt til að fjöldi skráningadaga verði sá sami og kemur fram í tillögum starfshópsins. Nefndin leggur til að í stað þess að rukka verði gjald fyrir hvern skráningadag þá fái foreldrar eða forsjáraðilar afslátt af dagvistunargjöldum sem nemur dagvistunargjaldi fyrir 1 dag og fyrir hvern skráningadag sem ekki nýttur. Með því getur foreldrar eða forsjáraðilar lækka mánaðarlegt dagvistunargjald í þeim mánuði sem skráningadagar eru ekki nýttir.
Forseti ber upp breytingatillögu að bæjarstjórn samþykki tillögur starfshópsins að öllu leyti, en þær eru í stuttu máli svona, og þetta eru 4 liðir. Að dvalargjald verði lægra fyrir þjónustutímabilið klukkan 8 til 14 á daginn, en hærra tímagjald sé greitt fyrir tímabilið frá 14 til 16 á daginn. Enn hærra þjónustugjald gildir fyrir klukkan 7:45 til 8 og klukkan 16 til 16:30. Og í öðru lagi að greitt verði sérstaklega fyrir skráningadaga sem verða 7 til 10 á hverju ári. Foreldrar þurfa þá að skrá og greiða fyrir börn sín fyrir nýtta skráningadaga, en að almennt séu þeir ekki inni í mánaðargjaldi. Og í þriðja lagi að dvalartími 12 til 16 mánaða barna sé einungis til klukkan 15 á daginn. Og í fjórða lagi að fjölga leikskólarýmum í Skutulsfirði. Orðið laust þessa tillögu skóla íþrótta- og tómstundanefndar og jafnframt þessa breytingatillögu. Nanni, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla að gera grein fyrir tillögu starfshópsins þar sem að ég sat í tíðum starfshópi. Við ræddum þetta á 5 fundum. Í starfshópnum sátu fulltrúar frá bæjarstjórn. Það sátu fulltrúar leikskólakennara og leikskólastjórnenda. Það sátu fulltrúar starfsfólks leikskóla og fulltrúar foreldra. Við hittumst þarna á 5 fundum og ræddum þetta vel og ítarlega. Við bárum saman ýmsa kosti og eftir 5 fundi þessi tillaga sem að starfshópurinn sendi frá sér til skólanefndar sveitarfélagsins. Það sem við vorum að velta upp aðalega var að staðan í leikskólum í bara öllum sveitarfélögum á Íslandi er ekki góð. Þar sem að erfitt er að manna leikskóla, vistunartími barna er mjög langur. Við fengum kröfu í sambandi við kjarasamninga að sveitarfélög beittu sér fyrir því að taka inn 12 mánaða börn og eldri. Og fyrir 3 árum síðan þá fengum við mjög stóran kjarasamningspakka í hendurnar í tengslum við þáverandi kjarasamninga leikskólakennara sem fjölgaði undirbúningstímum þeirra allverulega. Þannig að nú þarf sveitarfélagið í rauninni að manna undirbúningstíma starfsmanna á einni deild með rúmlega 1 aukastarfsmanni. Og svo náttúrulega kom líka inn vinnutímastytting sem var kynnt í upphafi samningstímabilsins sem án kostnaður fyrir sveitarfélögin, en það hafði líka í för með sér að það er náttúrulega ekki hægt að vera með vinnustytting á leikskólum og starfsmenn fara í burtu og börnin eru eftir. Þegar starfsmenn eru farnir að vinna 36 klukkustundir á viku, en dvalartími barna er að meðaltali 40 klukkustundir og 40 og hálfur klukkutími. Þannig að einhvern veginn þarf að manna þessa 4,5 tíma sem börnin eru lengur í leikskólanum heldur en starfsmennirnir. Þannig að þetta var vandamál sem við stóðum frammi fyrir og langaði til þess að reyna að leysa með þessum tillögum. Við ákváðum á fyrsta fundinum að setja þarfir barna í fyrsta sæti við gerð þessara tillagna og svo að finna lausnir á þeim vanda sem steðjar að starfsemi leikskóla. Og eins og ég sagði áðan, þá erum við að tala um langa dvalartíma, erfiðleika við að manna leikskóla, viðvarandi álag á bæði starfsfólk og börn, háa veikindatíðni starfsfólks, erfiðleika starfsfólks við að nýta lögbundna orlofsdaga sína og svo gerðist það fyrir rúm ári síðan að það var eitt starfsleyfi á alla kennara, þannig að mjög margir leikskólakennarar eru að flytja sig upp í grunnskóla þar sem þeir hafa sömu réttindi sem kennarar í grunnskólum, en að sjálfsögðu
minni vinnutíma með börnum og aðeins sveigjanlegra fyrirkomulag. Ísafjarðarbær greiðir stærsta hluta kostnaðar við dvöl barna í leikskólum bæjarins. Samkvæmt útreikningum þá kostnaðarhlutfall foreldra 10% af raunkostnaði og það þýðir þá sérst að sveitarfélagið að borga 90% af kostnaðinum. Við vorum með tölvustarfsmannaveltu á árið 2023. Við erum með 56 stöðugildi á 5 leikskólum og á síðasta ári þá hættu alls 32 starfsmenn að vinna í leikskólanum, þannig við þurftum að endurráða í 32, kannski ekki alveg í 32 stöðugildi en það hættu 32 starfsmenn og það þurfti náttúrulega að finna kennitölur á móti þessum kennitölum sem hættu. Þegar störf á leikskólum eru auglýst umsóknir mjög fáar og það þýðir að leikskólastjórar þurfa að verja miklum tíma í að finna fólk til að geta manna leikskólanum. Stundum tekst ekki að manna og það þýðir meira álag á starfsmenn og til dæmis tókum við fram í okkar minnisblaði sem við sendum sem tillögu inn í skólanemndina að Tjarnarbær búinn að vera undirmannaður á annað ár. Og orlofsréttur starfsmanna sveitarfélaga í fullu starfi nemur núna 30 dögum á ári. Það þýðir að leikskólakennarar eiga rétt á 30 daga sumarfríi á ári. Og ég ætla reynda líka að taka það fram að samkvæmt nýjum kjarasamningum hjá öllum þeim stéttarfélögum sem eru búin að semja á þessu ári, þá fá starfsmenn sem hafa verið í 3 ár eða lengur í vinnu hjá sama vinnuveitanda 30 daga í sumarleyfi á ári. Leikskólabörn fá hins vegar 20 daga í sumarfríi á ári. Nema þau séu svo heppin að búa á Flateyri eða Þingeyri þar sem þau fá 25 daga. En þetta þýðir að 20 manna leikskóli eins og Sólborg, þá eru á starfsfólkum 200 daga í orlofi en opnunartími leikskólans 220 dagar. Þannig að við erum búin að taka frá þessa 20 daga sem við erum með loka vegna sumarleyfis, þá erum við samt eftir að manna 20 auka daga sem leikskólinn opinn en starfsfólki á að vera í sumarfríi. Og eins og ég talaði áðan þá var það árið 2020 sem kjarasamningsbundinn undirbúningstími leikskólakennara jókst og við reiknum það einhvern tímann út á 4 kennaradeild, þar sem eru rúmlega 20 börn og 4 kennarar. Þá eru kennarar í undirbúningi í rúmlega 36 klukkutíma. Þannig að starfsmenn deildarinnar eru saman á deildinni 4 klukkutíma á viku. Þannig að það verður einhvern veginn að manna það. Og svo mjög fróðlegt að því ég talaði álag á starfsfólk, að þá tóku leikskólastjórarnir ásamt sviðsstjóra skólasviðsins saman veikindadaga á leikskólum Ísafjarðarbæjar. Ég tek það aftur fram, það eru 5 leikskólar í Ísafjarðarbæ. Þá voru veikindadagar að meðaltali 23 á hvert stöðugildi árið 2023, sem að gera samtals 939 daga á síðasta ári, sem þýðir að ef við tökum þessa opnunardaga leikskólans 220, þá einn starfsmaður að meðaltali veikur á dag í 4 ár sem við erum að borga á einu ári. Og það gríðarlega mikið. Þannig að þetta voru hlutirnir sem við vildum skoða og reyna að breyta. Og eins og ég segi, það vorum við bæði með leikskólastjóra og leikskólastarfsmenn, við vorum með foreldra inn í hópnum og við ræddum þetta bara mjög mikið og vel og lengi. Við lögðum til 4 tillögur, var það ekki? 4 tillögur. Og ég ætla að segja ykkur að það kom ýmislegt annað til umræðu heldur en þessi staður. Við skoðum að sjálfsögðu það sem hefur verið gert í öðrum sveitarfélögum varðandi aðra skóla. Við skoðum að í Kópavogi til dæmis þá fyrstu 6 klukkustundirnar gjaldfrjálsar. Næstu 8 eru á mjög veglegum prís og við veltum fyrir okkur hvort við ættum að skoða þá leið. Við hins vegar
ákváðum að gera það ekki í bili og leyfa þeirri leið að fá ákveðna reynslu því að sannarlega hafa leikskólastjórar talað að viðverutími og dvalartími barna í leikskólanum hefur minnkað en á sama tíma hefur líka verið bent á að það eru yfirleitt mæður sem að minnka þá við sig vinnuna og eru heima. Einnig höfum við heyrt það að foreldrar sem að þurfa sannarlega að hafa börnin sín í 8 stundir í leikskólanum eru hreinlega að verða fyrir aðkasti fyrir að vera að nota annað tíma. Þannig að þetta er svona saying. Þannig að við vildum bara fá að skoða hver reynslan í Kópavogsbæ eftir 1 ár áður en við tækjum upp þessa hugmynd. Einnig hefur Akranes kaupstaður haldið bara sömu verðum en ákveðið að gefa fólki afslátt á 12. mánuðinum ef það tekur frí í 11 til 15 daga á ári. Þannig að það borgar fólk fyrir 10 mánuði í staðinn fyrir 11 og þá gerum við ráð fyrir að í mánuði sé 21 virkur dagur og þá eru foreldrar á Akranesi að borga fyrir rúmlega 220 daga á ári. Þannig að tillagan okkar hljóðaði upp á það að lækka fyrstu 6 klukkustundirnar þannig 3%. Þannig að gjaldskráin fyrir fyrstu 6 tímana myndi lækka 3% en við myndum halda sömu gjaldskrá fyrir 8. og 9. tíman. Til þess að fá foreldra til þess að velta því fyrir sér, því við vitum til dæmis að börn eru skráð í leikskólan frá korter í 8 til korter yfir 6. Samkvæmt skráningatölum frá leikskólanum þá er bara 91% barna sem er að nota þennan tíma. En samt er vinnutími foreldra að styttast. Við erum að berjast fyrir 37,5 vinnuviku og í nýgerum kjarasamningum þá er talað 36 stunda vinnuviku. Þannig að við veltum fyrir okkur er möguleiki og svigrúm til þess að lækka vistunartíma barna örlítið með þessari gulrót. Ef að það er möguleiki og foreldrar velja það, þá höfum við svigrúm til þess að starfsfólk geti tekið undirbúningstíma á þeim tíma sem að það fækkar verulega í leikskólanum og þá sjáum við fækkunina í staðinn fyrir að börnin séu öll skráð í 8,5 tíma, við mönnum leikskólan í 8,5 tíma en börnin eru þá svo kannski bara í 7. En það er ekki hægt að gera neina ráðstafanir af því að við héldum að öll börnin yrðu í 8,5 tíma. Við tókum líka upp þessa skráningadaga og vorum þá að velta fyrir okkur að við erum með daga þar sem að grunnskólinn er lokaður og einnig það að foreldrar í flestum tilfellum eru með 30 daga í sumarfrí og í flestum tilfellum þá fara börn með foreldrum sínum í sumarfrí. Þannig að það væri kannski möguleiki að ef foreldrar þyrftu að skrá börnin sín með einhverju fyrirvara að það væri fyrirsjáanleikinn meiri í leikskólanum og það væri hægt að setja upp sumarfrí hjá starfsfólki, skrá starfsfólk í undirbúning eða annars slíkt. Og þannig að núna, eins og ég sagði ykkur áðan með Akranes, sem er að gefa foreldrum afslátt á 12. mánuðinum ef að þau skrá ekki börnin sín á þessum ákveðnum dögum, að þá erum við samt að tala 221 daga sem foreldrar eru að borga fyrir. Þannig að við erum að tala núna með þessum skráningadögum og þessum lokunadögum að skólaárið sé 204 dagar í staðinn fyrir 220 sem þýðir að foreldrar borga fyrir 204 daga í staðinn fyrir 220. Þannig að þá erum við að tala 3% afslátt og 204 daga í staðinn fyrir 220. Og þar með er líka sveitarfélagið að taka sér svolítið leyfi til þess að skilgreina hvernig þjónustu þær ætla að veita í sambandi við leikskólana. Þannig að það er það var 1 punktur. 3. punkturinn sem okkur fannst mjög mikilvægur var þetta með 12 til 16 mánaða börn. Að samkvæmt öllum rannsóknum þá er það mjög erfitt fyrir börn að vera 8,5 tíma í leikskóla með miklum látum og í þessu umhverfi sem leikskólinn er
og við vitum svo sem að að það er best fyrir börn að vera með foreldrum sínum. Við vitum líka að það er ekki alltaf hægt. En þarna ætlum við að reyna að segja að það sé bara mjög gott fyrir þessi börn 12 til 16 mánaða að þau séu ekki lengra fram á daginn heldur en til 3. Og svo lögðum við til að það yrði lögð áhersla á að skipuleggja og byggja upp og fjölga leikskólaplássum því samkvæmt mannfjöldaspá þá er okkur að fjölga og börnum að fjölga og okkur vantar fleiri leikskólapláss. En það sem við ræddum einnig er að leikskóli er takmörkuð auðlind. Við getum ekki alltaf verið að byggja leikskóla og við getum ekki endalaust ráðið fólk í leikskólana því það er bara ekki til nógu fólki. Og þess vegna erum við líka að reyna að skilgreina þetta og ákveða hvaða þjónustu við ætlum að veita og hvernig við ætlum að tryggja starfsmönnum þau réttindi sem þau sannarlega hafa fengið í kjarasamningum og við sem sveitarfélag verðum að uppfylla. Takk. Takk, Nanný. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Elisabeth, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar Alþingis eða tilheyrendur. Ég sit í skóla íþrótta- og tómstundanefnd, þannig að það er nokkuð ljóst hvað allavega var í umræðinni þar með þessa skráningadaga, en það kom sem sagt alveg skýrt fram í nefndinni að ég kannski bara tala fyrir sjálfum mig að ég skil eftir þessi sjónarmið sem er að koma fram í þessu starfshópi, þetta eru góðar tillögur og við styðjum þær að mestu leyti, en það sem okkur fannst kannski svíða mest er þessir skráningardag sem á að rukka aukalega fyrir. Maður er búin að vera í þessari nefnd lengi og einhvern veginn erum við alltaf haldandi í, við erum að reyna að veita þjónustu, halda í að hafa ekki of mikið af starfstöðum, sveigjanleg sumarfrí, en allt í einu finnst mér við vera að fara svolítið langt í hina áttina sem er greinilega samt pínu trendi eða það sem þarf að gerast. En við erum allt í einu komið með 5 lokunardaga og 5 starfsdaga sem að rauninni, þá er börn í rauninni komið 30 daga frí yfir árið eins og fullorðnir. En svo þessi 7-10 skráningadagar sem að munu koma náttúrulega misvel fyrir fólk. Það eru dagar sem að fólk mun ekki geta haft börnin sín heima vegna vinnu og það er misjafnt aðstæður fólks tengslum við það. Vinnuveitandar annað og sumir hafa mjög lítið bakland, þannig að þetta eru klárlega dagar sem að sumir geta ekki eða þurfa að nýta sér og þá finnst mér þessi, að því nú Samband íslenskra sveitarfélaga að leggja til að halda í við gjaldskrárhækkanir tengt fjölskyldufólki, bæði með mötuneyt, skólamáltíðir og leikskólagjöld, en við ætlum samt að fara að rukka meira fyrir minni þjónustu og mér finnst það einhvern veginn ekki, nema ég sé að misskilja þetta sem er bara ekkert ólíklegt með hvað þetta búið mikið pínurugglingslegt, en mér finnst einhvern veginn þessi lækkun sem er verið að leggja til að sé farin í á leikskólagjöldum, við séum rauninni að taka hana út fyrir þá sem geta ekki nýtt sér þessa daga með börnin sín heima og með því að rukka aukalega fyrir það. Þannig að nefndin vildi fara eitthvað aðeins vægari leið, þessi skóla íþrótta- og tómstundanefnd vildi fara aðeins vægari leið heldur en hópurinn með því að gefa afslátt að fólk fær afslátt af leikskólagjöldunum eða getur haft barnið sitt heima, gefa því þá bara árstilraun hvort að það væri nóg, af því við vitum að það snýst líka það að hvatinn til að nýta skráningadaginn ef þú getur það, eða hafa barnið heima ef þú getur það, að það þarf að vera hvati fyrir því og það var, við hefðum viljað sjá hvernig það myndi ganga með öllum þessum, af því þetta eru fullt af breytingum í þessu umhverfi, bara þó við skráningadaginn hvernig sem þeir fara, þá er mikil breyting á
vistun yngri barna og afsláttur fyrir 6 tímana, þannig að þú veist, þetta alveg heilmiklar breytingar sem verið að gera, en mér fannst það allavega svona nóg að fara út í það án þess að vera að rukka svo aukalega fyrir þessa þá 7-10 daga, þannig að við erum að tala 17-20 daga á ári fyrir utan sumarfrí, það sem lokað á leikskóla eða rukka aukalega fyrir vistuna þar. Já, þannig að ég ætla að standa hérna við bókun skóla íþrótta- og tómstundanefndar og já, þannig að ég vildi bara gera grein fyrir því og útskýra svona umræðuna þar. Takk fyrir. Takk fyrir, Elisabeth. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Já, Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar. Nú datt mér tölvan minn út. Þetta allt að koma. Já. Þakka starfshópnum fyrir þessa vinnu og svo hérna erindisbréfið sem og það bara rakið mjög vel hlutverk og verkefni starfshópsins og þetta vel tíundað hjá þeim og sem sagt staða leikskólamála, svo fólk átti sig nú á þessu sem sagt það langur dvalartími barna, það er erfiðleikar við að manna leikskólana, það viðvarandi álag á starfsfólk og börn. Það há veikindatíðni starfsfólks, það erfiðleikar starfsfólk við að nýta lögn og orlofsdaga og flutningsstarfsfólk milli skólastiga. Og hver voru markmiðin? Það var að reyna að gera þetta þannig að taka veikindadögum og starfsfólkinu liði nú vel í skólunum og allt það. Og Nanni fór nú vel yfir þetta allt áðan. Og hvað þurfum við að gera til þess að ná þessum markmiðum sem við setjum okkur? Það er annað að fækka börnum á leikskólum, sem kannski ekki auðvelt að gera, nema þá með einhverjum hvötum sem lagt til. Og ég get ekki séð að það sé mikill hvati hjá fólki ef það getur sparað sér 1000 krónur á dag, það setja ekki barnið sitt í leikskóla. Það sem sagt alveg eftir að útfæra og það sem kannski svolítið eftir að vera samþykki einhvað sem hann ekki alveg klára á, því að hérna ég með gjaldskrána fyrir frá mig, núverandi gjaldskrá. Það sem 40% afsláttur af dvalargjaldi, það sem mánaðartekjur alltaf 750.000. Svo systkinaafsláttur 40%, þannig að það einhvern veginn að finna út úr þessu. Hvernig á afslátturinn heima í þessu líka. Þannig að til þess að ná markmiðum okkar, þá þurfum við að fá fólk til að hafa börnin sín styttra á leikskólum. Og það þarf að vera einhver gulrót. En þá komum við að því hérna að í einu af tillögunum sem ég svo sem aldrei hrifinn af búðum á börnum. Það kemur hérna fram sem sagt að með litlu grílinn, þau sem sagt, það talað hérna 12 til 16 mánaða að þeirra skóladegi ljúki klukkan 15. Ég hefði svona vilja sjá það þannig að eftir klukkan 15 væri kannski bara mjög dýrt að vera með 12 til 16 mánaða börn. Og þannig að fólk sjá sér frekar bara hag í því að vera ekki með börnin eftir klukkan 3, en ef þau vilja það, þá þurfum þau bara að borga fyrir það. Það sem sagt, bara svo að það sé sagt, að á síðan 30 árum
hefur hlutur foreldra lækkað 1% á ári. Nú hlutur foreldra 10%, var fyrir 20 árum, já fyrir ekki að segja 20 árum, var að 30%. Þannig að leikskólagjöld hafa lækkað í raun og veru á síðastliðnum árum. Þannig að ég myndi vilja sjá þetta gjald sem að á skráningadaga mun hærra til þess að mynda þennan hvata að fólk sjáu sér hag í því að skrá börnin sín á þessa daga. En ég sem sagt ekki sammála Ragnari Reykháls sem var bæði í starfshópnum og í nefndinni og var ekki sammála, en ég er hlynntari tillögum starfshópsins en hefði vilja hafa gjaldið fyrir skráningardagana enn hærra. Takk fyrir þetta, Jóhann Birgir. Steinunn hefur beðið um orðið. Forseti bæjarfulltrúa og aðrir tilheyrendur. Ég veit ekki alveg hverju að byrja. Þetta svona pínu flókið þegar maður ekki alveg inn í, en ég til og með samt aðeins búin að kynna mig hjá öðrum og skoða og sitt náttúrulega ekki í nefndinni nema sem varamaður. Þetta eru mjög róttækar breytingar og ég viðurkenni að ég er búin að fara alveg fram og tilbaka hvað mér finnst og svona og maður finnur alveg rök með og á móti eiginlega öllu og það er mjög auðvelt að snúast og auðvelt að hugsa til minni hlutahópa foreldra og sem að kannski hafa verri aðstæður en aðrir en markmiðið hér er kannski aðalega að manna leikskólana af því að annars bara kemur upp svo vandi að börn verða send heim vegna mönnunarvanda og eins og Nanni kom talaði áðan að þá er mikil starfsmannavelta og maður heyrir það alveg út í bæ og fólki og foreldrar finnst það óþægilegt á leikskólanum að það sé svona mikil velta. Svo er að koma með þessa mismundi til útfærslu á skráningadögum og ég er nú kannski búin að vera pínu treg að skilja þetta. Hópurinn leggur til að sé rukkað fyrir skráningadagana en nefndin leggur til að sé afsláttur en útfærslan er kannski ekki drosalega skýr þar og eins og ég skildi að þetta koma nokkuð út á sama stað eins og ég að því að við erum ekki með að þetta eru fleiri dagar sem er rukkað fyrir ef það er afsláttur rétt eða ekki. Já, ok. Þá er ég allavega að áskilja eitthvað. Þannig ég er hugnast svo sem ég held alveg að þóttum finnist kannski leiðilegt að sé vera rukka eins og sé ykkur refsing en þá er samt svona að ég þarf að hafa fyrir því og hugsa hvort þú ætlar að nýta daginn eða ekki. Þannig að ég held alveg að það sé alveg hvati því ef þetta er akkurat í rauninni að koma út á sama stað. Síðan, já. Svo bara maður kynnt sér hvað önnur sveitarfélög er að gera og það eru greinilega þetta bara sem að er bara sem koma skal. Sveitarfélög þurfa bara að fara í þessar breytingar í bara breyttu umhverfi. Það þurfi þessar róttæku breytingar. Ég hefði alveg viljað að væri, svo byggja líka að tala um meiri hvati til að fólk myndi það mögulega stytta daginn. Ég man alveg sjálf eftir að hafa verið á sjó og suma daga var maður ekkert á sjó og þurfti þá neitt að nýta þá daga. Mögulega getur maður haft styttra eða annað slíkt og ég held alveg að það sé en ef það munar ekki neinu að þá kannski sér það ekki endilega og gerir eitthvað annað auðvitað þóttum að einu að vilja vera með börnunum sínum en það er nú bara þannig. Þannig það er svona sem ég hef viljað skoða að við myndum lækka þannig þetta eru 6% sem við erum að lækka núna frá 8 til 2, 3% svo þar eftir að sú lækkun væri meiri þannig að yrði svo sannlega hvati fyrir foreldra
að skoða hvort það geti mögulega breytt vistunartíma sem hefði þá kannski í för með sér að við þurfum ekki eins mikið starfsfólk og það kæmi þá kostnaður út af það sama. Mér langar að bóka bara svona í þess efnis. Þannig að ég ætla bara að lesa þessa bókun og sendi svo þá hana Bryndísi. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ skilja mikilvægi þess að gera breytingar á fyrirkomulagi leikskólanna til að mæta þeim áskorunum sem þeir standa frammi fyrir og samþykkja því þessar tillögur. Sjálfstæðisflokkurinn leggur það til að skoða verði í komandi fjárhagsáætlunarvinnu að veita enn meiri afslátt af leikskólavistun frá 8 til 14 líkt og önnur sveitarfélög hafa gert. Markmiðið með lækkunin er að gefa foreldrum leikskólabarna raunverulega kost til að stytta vistunartíma barna sinna og með hag barnanna að leiðarljósi. Foreldrar hafa það val að lækka leikskólagjöldin og ná meiri tíma með börnum sínum. Í leiðinni minnkar álag á starfsfólk leikskóla og auðveldara verður að manna þá. Svona hljómar þessi bókun og já, ég vil stóma þetta lægina. Já, fyrirgefðu. Já, en ég held alveg að það sé eitthvað svona, þetta er alveg, við erum að fara inn í breytt umhverfi og auðvitað þurfum við að hafa starfsfólk og vonandi verða þessa breytingar til þess að verði meiri starfsánægja og minni starfsmanna velta. Ég sé alveg gallana fyrir foreldra á mörgu leyti og þetta verður alveg en ég held samt að það þurfi bara samt sem áður að fara í þessar breytingar. Þannig að já, ég vildi nú bara gera þá að ég samþykki þessar breytingar sem að tillögur starfshóps þar sem ég sé ekki að það sé mikill munur á. Þannig já, takk. Og ég senda það. Já. Okay, því ég ná Takk fyrir þetta Steinunn. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Er ekki með þess þannig? Er ekki bara bindist þetta í sig? Svo ekki. Þá ber ég þetta upp í tvennu lagi. Ég byrjaði að bera upp tillögu frá 7. fundi skólaíþrótta- og tómstundanefndar og bið þau sem eru samþykkt þeirri tillögu frá skólanefnd að gefa mér merki. Og það er ein sem er samþykkt þessu og er einhver á móti. Það eru 5, 6, 7 á móti og 1 situr hjá. Elisabeth samþykkir tillöguna, Kristján situr hjá og önnur er á móti. Þá ber ég upp breytingatillögu sem fjallar þá tillögur starfshóps að þar verði að bæjarstjórn samþykki tillögu starfshópsins að öllu leyti. Vinsamlega skemmi merki ef þið eru samþykkt þeir. Og það er samþykkt með 7 atkvæðum, er einhver á móti og það eru 2 sem sitja hjá og það eru Kristján og Elisabeth. Þá erum við komin að 7. lið sem eru gjaldskrár, skólaárið 2024-2025. Þetta er tillaga forseta að bæjarstjórn samþykki breytingar á gjaldskrám leikskóla, grunnskóla og dægradvalar með gildistíma 1. ágúst 2024 til 31. júlí 2025, auk annarra breytinga í fyrirkomulagi leikskólaþjónustu í Ísafjarðarbæ. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur óskað eftir að taka til máls. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skemmi merki ef þið eru samþykkt. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. máli á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Það er sumarróla á Suðureyri. Ágústa IS bátur eða leiktæki á Suðureyri. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1287. Fundurinn var haldinn 10. júní síðastliðinn og að bæjarstjórn samþykki samning Ísafjarðarbæjar
við hollvinasamtök Ágústu IS 65 uppgerð bátsins á Sumarhóli á Suðureyri. Orðið er laust þessa tillögu. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta mál hefur verið talsvert skeið til umfjöllunar í bæjarkerfinu. Þessi bátur á sér langa sögu, hefur staðið þarna áratuga skeið og var byggður af nágranna mínum, honum Begga Ara, eða smíðaður og settur þarna niður. Hann er náttúrulega í fyrsta lagi bara orðið mjög gamall, en svo hefur viðhaldi ekki verið alveg nægilega vel sinnt upp á kannski síðustu áratugina, eða viðirnir í honum eru orðnir mjög bágbornir. Honum var synjað undanþágu í vetur frá reglugerðum öryggi leiksvæða og hafði svo sem fengið falleinkunn nokkur ár þar á undan. Í þessari reglugerð er ákvæði undanþágu ef að leiktæki eru eldri heldur en 50 ára og hafa eitthvað merkilegt sögulegt gildi, og ég held að það sé óumdeilt að bæði þessi ákvæði séu uppfyllt þegar kemur að Ágústu. Umsagnir þeirra sem að skoðuðu þennan bát voru þá á þá leið að þessi bátur væri meir og minna ónýtur, og þegar maður fer og skoðar hann þá er svona erfitt að vera ósammála því mati. Flesta spýturnar eru mjög fúnar. Það var því til umfjöllunar hér í bæjarkerfinu að fjarlægja hann og kaupa nýjan bát í staðinn sem að uppfyllti þá CE-merkingar og aðrar kröfur sem að gerðar eru til leiktækja af þessu tagi. En íbúum á Suðureyri þótti það ekki góð hugmynd og hérna má það semslega færa að það væri eftirsjá að bátnum. Það var þó frumskilyrði af okkar hálfu að ekki yrði lagður peningur í verkefni nema að tryggt væri að undanþágan fengist svo á endanum og að það væri ekki farið í tímavinnu við að gera upp bátinn, heldur yrði endaleg upphæð ákveðin fyrirfram og einhver skylda einhver trygging að það dugi til. Svipað leyti voru stofnuð þessi hollvinasamtök sem að hafa haft veg og vanda því að taka verkefnið að sér. Upphæðin sem að þarna er lögð til grundvallar í samningnum er tilboð frá smiði sem að hefur að vísu ekki tíma til þess að gera þetta í sumar, en verður þeim innan handar og mun svo hjálpa þeim til við að ganga frá verkinu fyrir 1. júlí næstkomandi, eins og kveðið er á í þessum samningi. Önnur ákvæði er í þessum samningi til þess að tryggja það að svona markmið bæjarins náum fram að ganga. Ég fagnaði að við séum komið með þessa niðurstöðu og ætla að greiða því atkvæði að þessi samningur verið samþykktur svo að Arna Lára geti undirritað fyrir okkar hönd og að Ágústa IS fái staðið á Sumarhóli ókomna framtíð. Takk fyrir, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skemmu merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 8. máli á dagskrá. Það er aflamark Byggðastofnunar á Þingeyri. Hér liggur fyrir tillaga frá forseta að leggja fram hjálaga umsögn vegna umsóknar aflamark á Þingeyri. Orðið er laust þessa tillögu og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skemmu merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Og þá er samskonar tillaga á máli nr. 9, það varðar Suðureyri. Þetta er tillaga forseta að leggja fram eftirfarandi umsókn vegna umsóknar aflamark á Suðureyri. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skemmu merki og þetta er samþykkt samhljóða. 10. mál dagskrá. Það er deiliskipulag á Suðurtanga.
Hér er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar frá fundi númer 632. Fundurinn var haldinn 13. júní síðastliðinn og er tillagan að bæjarstjórn heimili málsmeðferð á greinargerð og uppdrætti frá Verkís ehf. Dagsett 24. maí síðastliðinn, samanber 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og þetta felur í sig auglýsingu á skipulaginu. Orðið er laust þessa tillögu. Gylfi, gjörðu svo. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur, ég vil ekki tefja fundinn mjög mikið en mig langar til þess að fagna því að þetta mál sé komið á þennan stað. Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlegast gefið merki ef þau eru samþykkt. Þetta er samþykkt samhljóða. 8. mál á dagskrá, það er Mjólkárvirkjun. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, fundir sem var númer 632 og var haldinn 13. júní 2024 að bæjarstjórn heimili breytingu á deiliskipulagi Mjólkárvirkjunar í samræmi við erindi dagsett 7. júní 2024. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlegast gefið með merki og þetta er samþykkt samhljóða. Þá er það næsta mál og það er framhald af fyrramáli. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 632 að bæjarstjórn heimili auglýsingu á tillögu á breytingum á deiliskipulagi Mjólkárvirkjunar. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlegast gefið með merki. Þetta er samþykkt samhljóða. 13. mál á dagskrá, það er landmótun við skíðasvæðið á Tungudal og umsókn framkvæmdaleyfi. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 632, fundurinn var haldinn 13. júní síðastliðinn og að bæjarstjórn heimili útgáfu framkvæmdaleyfis vegna landmótunar í Dalbotnsbrekkur í Tungudal með vísan til ákvæða U50 í aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar sem er aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008 til 2020 og þá í meðfylgjandi gögn. Nefndin leggur áherslu á að vanda verði til við frágang og að ný skurður sem kemur til með að vera settur grafinn hana verði mótaður vegna afrennslis og vatns fylgi línum í landslagi og verði sem náttúrulegastur. Orðið er laust þessa tillögu. Kristján, gjörðu svo. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Nú er ég mikill áhugamaður skíðasvæði á Ísafirði og skíðaðið gunni yfir höfuð og svona. Síðasta kjörtímabili var farið í ákveðna stefnumótun vinnu við skíðasvæðið sem að mati allt og viðfangsmikil og stór og öðrum mati bara fín og flott. Alls konar möguleika þar inni og meðal annars getur þessi framkvæmd alveg verið þar inni. Það var haldinn fundur fyrir á þessu ári hjá sviðsstjóra íþrótta og skóla og íþróttasviðs og forstöðumanni skíðasvæðisins sem var bara svona meira og minna vangaveltur bara bæjarbúa og þeirra hvernig við ættum að fara svo ennþá lengra með það með þær tillögur í huga líka sem áður fyrr voru settar og kom þessi tillaga svo sem alveg upp. Ég fagnar svo sem öllum framkvæmdum á svæðinu. Mér langaði bara að spyrja hvort að ykkur vissi til peningu fyrir þessu. Þetta bara starfsmennir að fara að vinna þetta sjálfir? Þetta inn á fjárhagsáætlun og erum við þá búin að ákveða núna að þetta verði framtíðar barnasvæði og byrjandabrekka en við ætlum ekki að fara upp í sólina eða erum við bara að gera þetta svona plástur og púsl eins og við getum hverju sinni? Takk fyrir Kristján. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá óskar forseti eftir að varaforseti, fyrsti varaforseti taki við stjórn fundarins.
Takk fyrir það og Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég held að hann Kristján bæjarfulltrúi hafi nú svolítið hitt naglann á höfuðið, þar sem hann talaði plástur og púsl. Ég held að það sé svolítið þar sem er raunin hana til þess að allavega að gera svæðið eitthvað betra allavega næstu árin. Ég vona að þetta svari spurningunni að einhverju leyti. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá fær Sigríður stjórn fundarins aftur. Takk fyrir. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skrifum við merki ef þið eru samþykkt þessari tillögu útgáfu af framkvæmdaleyfi. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá er 14. mál á dagskrá, það er aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2020-2032. Hér liggur frammi tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 632. Fundurinn var haldinn 13. júní síðastliðinn og er að bæjarstjórn samþykki að samið verði við Verkís ráðgjöf við endurskoðun aðalskipulags Ísafjarðarbæjar 2020-2032 og að gert verði ráð fyrir fjármagni til verkefnisins í fjárhagsáætlun á árunum 2025 og 2026. Forseti ætlar að misnota vald sitt og segja líka greina frá því að það eru til nokkrir peningar til þess að vinna að þessu á þessu ári líka í fjárhagsáætlun. Orðið er laust þessa tillögu. Jóhann Birkir. Ég ætla bara að gera grein fyrir atkvæði mínu í þessu. Ég er sem sagt vanhæfur í þessu þar sem ég er starfsmaður og hluthafi í verki sem er rætt. Þannig að ég ætla að víkja af fundi þessum við. Takk fyrir þetta, Jóhann Birkir. Þá er það Gylfi sem hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það kemur manni náttúrulega dálítið, það kemur svona eins og blaut tuska í andlitið á manni þegar maður les þetta minnisblað eða þessi tvö minnisblöð saman sem að liggja fyrir fundunum. Annað er dagsett í ágúst 2018 fyrir 6 árum síðan og svo núna hitt er dagsett í júní 2000 eða maí 2024 fyrir mánuði síðan, þar sem að Verkís segist geta ekki geta nýtt sér þá fyrsta áfanga af 5 en að önnur vinna sem að fram hafi farið á þessum tíma í millitíðinni sé meira og minna ónothæf. Og við séum það bara komin aftur á byrjunarreit og þá þurfum að byrja að vinna þetta alveg upp á nýtt. Úr því að það mat liggur fyrir, þá kannski stöndum við frammi fyrir 2 kostum. Það er annars vegar að fara í bara útboð og byrja þetta bara upp á nýtt. Þá bætum við einhverjum mánuðum, eða við getum þá gengið til samninga við það fyrirtæki sem var næst lægst í útboðinu sem að þá var og gengi inn í það tilboð sem að þá var að öðru leyti. Þetta sjálfsögðu hefur það í för með sér að sá kostnaður sem að þegar hefur fallið til í verkinu fæst ekki tilbaka nýðst á tími, en ég held hins vegar að þetta sé skásta leiðin í þröngri stöðu. Við verðum að halda áfram eða við verðum að byrja á vinnu við endurskoðun á aðalskipulagi og ég mun styðja þetta. Eins og forseti kom inn á, þá eru til peningar í fjárhagsáætlun ársins í ár og okkar verkefni er svo að finna peninga þá fyrir 2025 og 2026 til að ljúka verkinu.
Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Forseti óskar eftir að varaforseti taki við stjórn fundarins. Takk fyrir það. Sigríður hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilhefendur. Já, þetta er ekki skemmtileg staða, en við í skipulags- og mannvirkjanefnd erum að reyna að gera eins og við getum til þess að koma málinu á einhvern rekspöl. Það er ekki alveg rétt að það sé ekkert sem nýtist, það er þó allan að búið að gera skipulagslýsingu og það er hægt að nýta hana, þó við skulum halda því til haga. En vissulega er sú vinna sem hefur farið fram og hún mun að mati verkis ekki gagnast nema mjög takmarkað í þessum áfengum sem koma hérna fram í minnisblaðinu og það er náttúrulega leitt og það eru vissulega peningar sem að hafa tapast. En ég verð að segja það að persónulega þá er það nú bara það að tíminn er verðmætastur í þessu samhengi finnst mér. Og mér finnst það agalegt að við þurfum að vera að taka þessa ákvörðun núna og ég hefði svo miklu frekar velið að vera að samþykkja og nýtt aðalskipulag núna. En það er ekki raunin en ég hvet bæjarfulltrúa til þess að styðja þessa tillögu skipulags- og mannvirkjanefndar og við klárum þetta mál. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá fær Sigríður stjórn fundarins aftur. Takk fyrir það, Magnús. Þá ber ég tillögu skipulags- og mannvirkjanefndar upp til atkvæða. Vinsamlega skilja með merki ef þið eru samþykk þessu. Þetta er samhljóða þeirra sem eru viðstaddir og Jóhann Birkir yfirgaf fundinn og er boðinn aftur velkominn í fundarsal. Þá er 15. mál á dagskrá. Það eru þá frumvörp og þingsályktunartillögu til umsagna. Til að forseta að bæjarstjórn taki til umræðu og samþykki umsögn mál nr. 114 frá 2024 í samráðsgátt stjórnvalda frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti, drög að flokkun 5 virkjunarkosta. Orðið er laust þessa tillögu. Gjörðu svo vel, Gylfi. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það eru merkilegir tímar í orkumálum fjórðungsins þessa dagana og margir fuglar, rafmagnsfuglar sem eru í skógi þó þeir séu ekki endilega í hendi. Og það reyðast upp fyrir mér sagan af stúlkunni sem var að leika sér inn við Tunguá og var að segja föður sínum frá rafmagnsöndunum sem voru þar að synda og pappinn skildi ekki neitt í neinu þangað til að koma í ljós að þar voru straumendur á ferð. Ég veit að þetta er dálítið langsótt en þessir fuglar eru sem sagt í skógi. það er heitavatnsfundur í Tungudal. Það er samningur Landsnets við Vesturverk vegna áframhaldandi undirbúnings við byggingu á tengivirki vegna Hvalár og svo þetta mál sem er hér til umfjöllunar. Eilítið langar mig að segja þennan samning Landsnets og Vesturverks. Það sem að felst í honum er að Vesturverk er þá að taka að sér að borga þann kostnað sem að fellur á Landsnet ef að ekki verður af þeirri virkjun og það þurfi að byggja tengipunktinn. Sá tengipunktur er forsenda fyrir því að Austurgilsvirkjun sem að verið hefur jafn lengi í rammaáætlun frá 2009 minnir mig að hann verði raunhæfur og hann er líka forsenda fyrir því að Skúfnavatnavirkjun sem að hér er verið að
leggja drög að verði sett í nýtingaflokk að hægt verði að setja hana upp. En hér til umfjöllunar þetta mál þar sem að verkefnisstjórn rammaáætlun leggur til að flokka 5 virkjunarkosti, þar að veru 3 á Vestfjörðum og ég ætla eingöngu að fjalla þessa 3. Þeir eru Tröllárvirkjun, Hvanneyrardalsvirkjun og Skúfnavatnavirkjun. Allt virkjanir á bilinu 13 til 16 megawatt. Orkubú Vestfjarða með Tröllárvirkjun, Vesturverk með Hvanneyrardalsvirkjun og Skúfnavatnavirkjun. Það dálítið merkilegt í þessu samhengi að Tröllárvirkjun og Hvanneyrardalsvirkjun nýta sama vatnahluta. En engin af þessum virkjunum innan sveitarfélagamarka Ísafjarðarbæjar. Hitt aftur deginu ljósara að Ísafjarðarbær hefur af því ríka hagsmuni að staða raforkumála á Vestfjörðum batni og enda orkuöryggi slæmt og styrkur kerfisins ekki nægur til að mæta ýmsum áskorunum nútíma og framtíðar og fyrir þessum forsendum liggja margar skýrslur sem að lýsa þessu nánar, til dæmis frá apríl 22 og önnur frá júní 23 sem bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar átti sæti í átti hluta því að skrifa. Fyrir fundinu liggur þá umsögn sem að hér þá til samþykktar en umsagnarfrestur þetta mál honum lýkur á morgun. Í niðurlagi umsagnarinnar segir að bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar fagni þeirri áherslu verkefnastjórnar og faghópa á að staða raforkumála á Vestfjörðum sé bág, að úrbóta sé þörf og að þessi 3 kostir fái því jákvæða umsögn. Ísafjarðarbær hvetur ráðherra og síðar Alþingi til að tryggja þessi drög verði að endanlegri niðurstöðu. Þá hvetur bæjarstjórn virkjunaraðila til að láta undirbúning ekki dragast. Það hafa orðið smá forseti, mér langar að gera tillögu að bara svona smávægilegum orðalagsbreytingum á þessari umsögn. Ég veit ekki hvort að það er löngu of seint fram komið eða það var nú bara svona já, Ekki efnislega. Nei, það eru engar efnislegar, En ég kannski hvernig á ég að fara með það? Á ég að senda það bara í nýrri útgáfu til eftir með þetta Þú ert með nýjast útgáfuna þarna live, já. Það sem sendum mér daginn. Ef þú fer neðst þá já, akkurat, þetta ekki alveg þetta skiptir ekki mál, við látum bara þessa gilda. Þannig að það eru já, hvað varðar þessar virkjanir 3 þá eru þær allar svona óvíst. Það virðist vera að rammaáætlun verkefnisstjórn hafi tekið bara mjög mikið tillit til stöðu raforkumála á Vestfjörðum og sett þetta allt í nýtingaflokk, en það hins vegar mjög óvíst hvort að þessum virkjunum verði. Við vonum til hið besta, en þetta mikilvægt skref í þeirri átt. Takk fyrir, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég hef kannski átt að ræða undir 18. lið skipulags- og mannvirkjanefnd. Þar í 5. lið tekið fyrir aðskipulagning strandabyggðar og þar umsögn verður skilað, segir nefndin 27. júní og ég vildi bara vekja athygli á því að Skúfnavatnavirkjun í strandabyggð og það ekki gert ráð fyrir því í aðskipulagning strandabyggðar 2021 til 2033. Þannig að ég bara hvet formann skipulags- og mannvirkjanefndar til þess að hafa því í huga þegar að umsögn verður skilað inn við aðskipulagning strandabyggðar. Takk fyrir þetta, Jóhann Birkir. Eru fleiri sem vilja taka til máls fyrir þessum lið? Svo ekki, þá ber ég tillögu framkomna umsögn
sem að Gylfi las upp hér á ber hann upp til atkvæða vinsamlega skemmi merki ef þau eru samþykkt. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundargerðum. 16. mál á dagskrá, það er fundargerð bæjarráðs. Hún er lögð fram til kynningar. Fundargerð bæjarráðs númer 1287. Fundurinn var haldinn 3. júní síðastliðinn og er fundargerðin í 10 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem hefur beðið orðið. Þá erum við komin hérna, byttu nú við. Nei, hún var númer 1286. Ég byggðist forláts. Þá var það fundargerð númer 1287 frá fundi bæjarráðs sem var haldinn 10. júní síðastliðinn. Fundargerðin er í 8 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég vil vekja athygli á atriði 3 í fundargerð bæjarráðs 1287. Þar er okkur talsverður vandi á höndum vegna þess að húsnæði slökkvistöðvarinnar er mjög bágu ásigkomulagi. Fyrir þessu fundi lá minnisblað frá sviðsstjóra umhverfis- og eignasviðs að viðgerðir væru viðgerðir sem að dygðu samt frekar skammt væru ósennilega mikið undir 40 milljónum króna og ef að við værum að fara að byggja nýja slökkvistöð hvort sem væri þá væri það ansi dýrt. Í sama minnisblaði kemur fram að náttúrulega skiptir máli hversu stór slökkvistöðin er og hver þarfagreiningin nákvæmlega verður, en að þetta sé á stærðargráðunni 400, 500, 600 milljónir að byggja nýja slökkvistöð. Henni hefur verið fundinn staður á reit við hliðina á húsasmiðjunni, en ef við ætlum að gera þetta og spara okkur þessar 40 milljónir, að þá þarf að láta hendur standa fram úr ermum, svo vægt sér til orða tekið. Og það setur okkur þá í þennan vanda sem að ég nefndi í upphafi ræðu minnar, að á framkvæmda áætlun næstu ára eru nokkuð stór verkefni. Það er möguleg stækkun á Eyri, það er verknámshús við menntaskólann, 190 milljónir í malbyggsframkvæmdir á Suðurtanga, móttökuhús fyrir gesti skemmtiferðaskipa, breytingar á leikskólamálum, breytingar á skólahúsnæði vegna dagvista og ýmislegt fleira sem að verður og knattspyrna, ég nefndi ekki verknámshúsið, og ýmislegt fleira. Allt þetta merkileg, mikilvæg og brýn verkefni sem að ekki alveg liggur ljóst fyrir að hægt verða að koma fyrir samhliða flýtingu á byggingu og slökkvistöð. Bæjarráð óskar eftir frekari gögnum og verið er að taka saman þarfagreiningu og ýmislegt annað sem að þessu máli tengist. Ég vildi bara undirstrika það fyrir bæjarstjórn að þetta er stór vandamál sem að við munum þurfa í sameiningu að sigla í höfn. Takk fyrir Gylfi. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Þá er þessi fundargerð framlögð. Þá erum við komin að 18. mál á dagskrá. Það er fundargerð frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 632. Fundurinn var haldinn 13. júní síðastliðinn og er fundargerðin í 12 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar. Forseti óskar eftir að varaforseti taki við stjórn fundarins. Takk fyrir það og Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er eins og alltaf með skipulags- og mannvirkjanefnd að það er mikið á dagskrá og alls konar mál og
og yfirleitt mjög oft eru fundir bæjarstjórnar undirlagðir af málum frá nefndinni og formaðurinn hefur ekki verið duglegur í að fylgja fundagerðum úr hlaði eins og sagt er. Og ég ætla svo sem ekkert að vera að eyða miklum tíma í það, en mig langaði til þess að benda á, það var, skal ég segja ykkur, 8. mál á dagskrá. Það var lögð fram tilkynning frá samráðsgátt stjórnvalda, þar sem að innviðaráðuneyti var að tilkynna til samráðsmál drög að reglugerð breytingu á skipulagsreglugerð númer 90 frá 2013. Og hún varðaði það að gerð yrði sérstakt, það yrði stofnuð raflínu nefnd og gert sérstakt raflínu skipulag. Og nefndin tók ekkert mjög vel í þetta og fól skipulagsfulltrúa að senda inn athugasemd þar sem að það mat nefndar að stofnun raflínu nefndar og gerð raflínu skipulags sé vandkvæði bundið þar sem samræmi milli mismunandi skipulagsáætlana getur raskast og þar að auki hefur þetta ákveðið, þá þetta eitthvað sem að mati nefndar ætti heima inn í svæðisskipulagi og landsskipulagsstefnu. Að þetta að vera með enn eitt skipulagi og enn eina nefndina, þetta geti orðið flækjufótur. Mér langaði bara til þess að vekja athygli bæjarfulltrúa á þessu máli og en annars þetta alltaf eins og í skipulags- og mannvirkjanefnd óskaplega gaman og skemmtilegt viðfangsefni. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ég færi Sigríði stjórnfundarins aftur. Já, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð? Svo ekki, þá þessi fundargerð framlögð. 19. mál á dagskrá, það lögð hér fram til kynningar fundargerð 7. fundar skóla, íþróttar og tómstundanefndar. Fundurinn var haldinn 5. júní síðastliðinn og fundargerðin í 5 liðum. Orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem hefur beðið orðið, þá hún framlögð. Og að lokum hér fundargerð velferðarnefndar. Þetta var fundur númer 479. Hann var haldinn 7. júní síðastliðinn og fundargerðin í 9 liðum. Orðið laust þessa fundargerð. Og það hefur enginn beðið orðið, þá þessi fundargerð framlögð. Þá komið að lokum þessa fundar og ég óska bæjarfulltrúum góðs sumarfrís og ég hlakka til að hitta ykkur öll í haust í seinni hálfleik á þessu kjörtímabili. Fundi slitið.